frábæru veðri. Svo þessi hér á Blönduósi tilvalið að vera inni að prjóna. Og það það sem við ætlum að kynna okkur næst, það prjónagleðin á Blönduósi. Kíkjum á það. Prjónagleðin árleg prjónahátíð sem haldin af Textílmiðstöð Íslands og samstarfsaðilum á Blönduósi. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart að rekast á prjónandi fólk á ótrúlegustu stöðum allan bæ aðra helgi í júní. Hátíðin þó ekki einungis fyrir reynslumikla prjónara, heldur alla sem kunna meta handverkið og afraksturinn af prjóni. Það sannarlega nóg í boði og alltaf bætist eitthvað nýtt við á hverju ári. Já, það verður einhvern veginn að halda athyglinni og okkar sem reyndar hefur búin að vera öll skiptin búið að vera til með eins og sundprjónið sem hefur verið afar vinsælt og selst alltaf upp fyrst. Svo reynir maður alltaf að hafa einhverja spennandi gesti hjá okkur og núna kemur til með eins og Helga Ísager sem þekktur prjónahönnuður og hefur verið selt band frá henni í langa tíma í Reykjavík. Og hún mun halda námskeið, einn ungur upprennandi frábær listamaður Íri Jóhannsdóttir, hún mun verða hérna í annað skipti hjá okkur þar sem hún endurnýtir peysur, gamlar flíkur og skreytir á nýjan hátt og hún verður til dæmis með mjög spennandi námskeið fyrir ungt fólk, fyrir unglinga til að koma á svona tilraunaverkstæði sem hún verður með. Þannig að það svona ýmislegt í gangi og svo vorum við í fyrra með ratleik og svona textílratleik þar sem var farið út alla Blönduós og fundna stöðvar sem tengdust textíl. Það var skemmtilegt, prjónakaffi náttúrulega og karaoke sem var mjög vinsælt. En svo náttúrulega þetta ekki allt komið orðið geirinelt núna vegna þess að við réðum náttúrulega markaðs- og viðburðarstjóra til þess að taka þátt í þessari vinnu með okkur. This is my very first week. So it's been wonderful to come and work with this amazing team of women and learn about the history of the festival and hear about what the goals and ambitions are for it going forward. And you don't knit yourself, but you must be fascinated by all of this, so at the end you will be knitting a lot. I think I will be. I've already started getting addicted to yarn because there's so many beautiful things, there's so much beautiful textile work that happens in this building and that everybody's working on, and I can really see where all the passion for it comes. And I really hope that I can join in on that. I think I will. I'm pretty sure I'm going to start knitting like tomorrow. Pretty sure. But new ideas, what is your vision for the prjónagleði? We've been talking a lot about that this week, and I think the goal is to really open the festival up a little bit more, get some more community engagement. So, like Johanna was saying, pulling people out of their houses, inviting them into more social spaces, sort of having a Blönduós-wide knitting circle, as it were, and seeing where we can highlight some of the wonderful things that come along with knitting, the social aspect, the health benefits, the relaxation, and also looking a little bit at the history of knitting. Because of course what we have here in Blönduós is this wonderful history, this women's history of textiles, which we have here at the Women's School, where the offices are. We have the Textile Museum, which also highlights those skills. And for me, I really want to pull all of that together and really celebrate those roots. Do you have any new events in mind or something like that? I'm thinking a lot about sheep at the moment. I'm thinking I would like to bring in a little bit of the like textile artwork, you know, have some nice exhibitions, which of course has happened in the past as well, and really highlight those as well as having the námskeið, the lectures, and of course we have the market. And I have some ideas about making that market a bit more of an event and opening it up for more people to take part. And so that people who maybe, like myself, have sort of a passing interest in knitting can come by and check out and not feel like it has to be an exclusive event, while still supporting the people who are the die-hard knitters who want those master classes and all that engagement. Hugmyndin á bak við prjónagleðina, ég fekk þessa hugmynd fyrir mörgum árum síðan en svo bara skapaðist ekki andrúmsloft fyrir það fyrir 5 árum síðan að ná út, það svo ofboðslega margir sem að prjóna heim í horninu í stofunni sinni, einir með sjálfum sér og ná þessum hífa þau út úr hornunum, koma þeim út á hitta annað fólk með þennan sama áhuga
deila reynslu, af því þetta ekki bara að fara á námskeið, sækja viðburði hér, heldur að sitja saman og fá sér kaffisopa saman og deila reynslu, hvernig gerir þú, og þetta alveg óskaplega gefandi. Og það mjög algengt til með prjónakonur, svo ég vitna nú í með konur, það eru flestar, að þær halda að þær kunni ekki neitt. Það því þær fá ekkert viðmið heim í stofu. Kallinn við hliðina sem sefur yfir fréttunum, hann ekkert viðmið í prjónaskap. Sorry, strákar. Og þetta samfélag prjónara svo mikilvægt að vinna að, og það það sem við erum að stofna, eða stefna að það sé ákveðið samfélag prjónara. Although you've not been knitting, you're used to working with your hands and Yes. you know how much that gives your daily life. Yes, exactly, yeah. I think there's something, there's an incredible power in making things yourself, whether you're knitting or crafting or wood carving or whatever that activity is. There's a strength that comes from it, and that in itself is something to celebrate. Mér fannst bara þetta vanta einhvern stað til að hittast á. Þaðan kemur upphaflega hugmyndin. Síðan gefst okkur tækifæri til að sækja styrk til NordPlus og mér minni að það hefur verið 2015, já, að þá fengum við styrk til þess að fara til heimsækja Fanu strikkufestivalin í Danmörku sem lítil eyja út frá Esbjerg. Og þangað koma, sko, það var í 10. skipti sem var haldin prjónahátíð þar, og þangað komu sko 12.500 manns á eyju sem svona rétt rúmlega stærðin hér á Blönduósi. Og það bara fylltist alltaf prjónandi fólki og þessi stemming, hún var ógleymanleg. Og þess vegna heitir þetta prjónagleði. Það var eiginlega, ég tala alltaf prjónahátíð, maðurinn minn var með mér og hann sagði þetta miklu meira en hátíð, þetta svo mikið gleði. En frá fyrstu prjónahátíðinni þá, eða prjónagleðinni, þá kom alltaf, verði ekki örugglega næsta ár. Það fólk var svo ánægt og margar konur hafa komið til mín og sagt þetta sko mitt orlof og það voðalega mikið svoleiðis, þetta þeirra tími. So all knitters in Iceland, they should come together here in All Prjónagleði. knitters in Iceland should come to Prjónagleði. All knitters everywhere.